Við munum sitja lengi í kvöld. Hallelujah. Halleluja. Wow. Wow. Everybody say wow. And then just shout after me, Pastor. Og allir hrópa eftir mér og segja, Pastor. Where is the tambourine? Hvar tambórínan? There it is. Hallelujah. Þarna hún. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. I love you guys. Ég elska ykkur vinir. You know, I love the sincerity. Ég elska einlægni ykkar. Embedded in the freedom. Sem felst í frelsinu. I mean, you know, we are very sincere. We are very sincere. Já, við erum mjög einlæg. But we are free. En við erum frjáls. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We are full of things in our lives. Við erum full af góðum hlutum í lífi okkar. But we are full of joy the most. En fyrst og fremst erum við full af gleði. Can you say amen to that? Getið þið sagt amen við því? Okay, hallelujah. Amen. Wonderful. Before you be seated, áður þið setjist, let me give you just one starter here. Þá langar mig til þess að byrja hér á einu. Now I'm looking at you and I'm thinking about me. Ég að horfa á þig en ég hugsa sjálfa mig. I'm having a little conversation with myself. Ég að tala við sjálfa mig. I'm saying to myself, Stefan, ég segi við sjálfa mig, Stefan, don't drag this sermon forever now. Ekki vera hérna til 10 í kvöld. Be concentrated. Við einbeitum okkur. And loving to the people. Já. Hallelujah. Hallelujah. It's good with long preachings. Það gott með góðar predikanir. When there is something in the preaching. Þegar eitthvað í þeim. Hallelujah. Hallelujah. Well, amen. Paul is saying, you can just skip that one. Paul segir, ég má sleppa því. He says like this, for I have learned. Hann segir, ég hef lært. Ég hef lært. For I have learned. Ég hef lært. This Professor Paul. Þetta professorinn Paul. He was a scholar. He was spámaðurinn Paul. Well-educated Pharisee. Mjög vel menntaður farisi. And he came to this conclusion. Og hann komst að þessari niðurstöðu. I need to learn. Ég þarf að læra. There are certain things in life. Það eru ákveðnir hlutir í lífinu. You cannot read yourself to it. Og þú getur ekki lesið þig til þeirra. You have to walk into it. Þú þarft að ganga inn í þá. Hallelujah. Hallelujah. I have learned. Ég hef lært. You know, brother Moses. Og Moses. In the Bible. Í Biblíunni. When he was 40 years old. Þegar hann var 40 ára gamall. He knew everything. Þá vissi hann allt. Oh, he was a smart guy, you know. He was a smart guy. Já, hann var velgefinn maður. He knew so much. Hann vissi svo mikið. He was well educated. Hann var mjög vel menntaður. The best of the schools at that day. Úr bestu skólum þess tíma. 40 years later. 40 árum síðar. He knew nothing. Þá vissi hann ekki nokkuð skapaðan hlut. So he went from everything to nothing. Að komast frá öllu til einskis. And then when he came to that place in his life. Og þegar hann kom að þennan stað í lífinu. He said. Þá sagði hann. In other words. Í öðrum orðum. I have learned. Ég hef lært. That I don't know anything. Að ég veit ekki nokkuð skapaðan hlut. And when he came to that place. Og svo komast hann á þann stað. The Lord said. Að Guð sagði. Good. Gott. Let's go now. Og nú getum við farið að vinna. Wonderful. Praise the Lord. It takes some while and years in our lives. Það tekur mörg ára af líf okkar. To come to some places. Til þess að komast að því. That's why it's so good to get older. Og þess vegna er svo gott að verða eldri. Don't camp at the youth things, you know. Já, ekki slá upp tjaldbúðum í unglingsárunum. Come over that, you know. Haldið áfram. Just come over it. Komast áfram. Turn to your neighbor and say. Já. Get over it. Já, snúðu þér að þeim sem stendur við hliðina þér og segðu þú getur komist yfir þetta eða komst yfir hlutina. Get over it. Já. Well, please sit down. Þið megi fá okkur sæti. Sorry. But you know, en þið vitið, there are things in life you will not achieve when you are young. Það eru ákveðnir hlutir í lífinu sem ákveðin takmörk sem þið náu ekki þegar þið eruð ung. Because you don't have so much experiences. Vegna þess að reynsluna vantar. And tonight I want to bring to you a message. Og í kvöld langar mig til þess að koma með skilaboð til ykkar. That I had to learn. Sem ég hef orðið að læra. I am so old now. Ég svo gamall núna. Hallelujah. And I'm a happy old man. Ég 150 ára, eins og þið sjáið. Do you know? Vitið þið? My whole life. Allt líf mitt. I have always wanted to be old. Þá hefur mig langað til þess að verða gamall. Wow. I'm strange, you know.
Það mjög skrítið. I've been working with young people Ég hef most unnið of með my ungu fólki. ministry. Meir og minna alla mína þjónustu. That's why I wanted to get old, Og þess vegna langaði mig til þess að verða gamall. But I don't want to get old and sour and grumpy. Mér langar ekki til þess að verða gamall og fúll eða súr. I don't want to be like these two old men, sitting in the Muppet Show. Mér langar til þess að verða svo... You want or you don't want? I don't want. Okay, no. Okay. I don't want to be those guys. Mér langar ekki til þess að verða svo gamlu kallarnir á svölunum í Sitting up there on prúðuleikunum the balcony sem að sátu upp á svölunum and commenting. og röfluðu yfir They öllu. are so cynical, Þeir eru, já, so sarcastic. þeir voru mjög kaltæðnir No, og I want to fúlir. be like the frog Kermit. Mér langar til þess að verða svo Kermit froskur. You kind of look Or like I want to be like Miss Piggy. Já, mér langar til þess að verða svo svinka. Hallelujah. I want to be Hallelujah. there when the action is taking place, Mér langar til þess að vera það sem að fjörið er. I don't want to sit up in the balcony Mér langar ekki til að sitja upp á svölum just commenting everything that is happening going on. og bara tjá mig allt það sem er í gangi. I want to help these young people. Mér langar til að hjálpa þessu og vera með þessu I unga want to fólki. help them. Mér langar til að hjálpa I þeim. want to say to them, Mér langar til að segja við þau, get over it. komist þið yfir þetta. I want to say to them that there is a bright future for them. Mér langar til að segja þeim að það sé björt framtíð I fyrir want to þau. look at them and say, Mér langar til að horfa á þau og it's segja, getting better. þetta verður betra. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. Can you say amen to that? Getið þið sagt amen við því? Wow. Hallelujah. Then I have to be young in my head, Þá þarf ég að vera ungur í hjarta and eða í mostly höfðinu. young in my heart. Já, og í hjartanu. To embrace the young generation. Til þess að umvefja ungu kynnslóðina. You don't have to hang around every young person you meet, Þú þarft ekki að sko umgangast allt unga fólki sem þú heitir, but you need to embrace them en þú þarft að umvefja þau in your heart í hjartaðínu and learn how to speak their language. og læra hvernig þú átt að tala þeirra tungumál. I've noticed that young people, Ég hef tekið eftir unga they are fólkinu longing for older people sem þrá að vera í samskiptum við þá sem eldri eru. that loves them and they embrace them. Elska þau og umvefja. Amen. Amen. Can you say amen to that? Getið þið sagt amen við því? I have learned. Ég hef læst. Hallelujah. Halleluja. I have learned. Ég hef læst. What have you learned in life? Hvað hefur þið læst í lífinu? What do you know? Hvað vitið þið? What has life taught you? Hvað hefur lífið kent ykkur? And tonight, Og í kvöld I want to talk about something that you have in your life. þá langar mig til að tala eitthvað sem að þið eigið í lífi ykkar. And I also want to ask you a question. Og mér langar til að spyrja ykkur spurninga. What do you do with that? Hvað gerir þið við þessa And how hluti? do you deal with it? Og hvernig þið eigið þið við þá? I want to preach tonight about the scar-marked believer. Ég ætla að tala í kvöld örmertan trúaðan einstakling Scar-marked. sem mertur af örum. We all have them. We all have them. Við þekkjum því öll, eða við erum öll með þessi ör. We all have scars. Við erum öll með ör. We all have stripes or wounds. Við erum öll með sár og But benjar. what do you do with them? Hvað gerum við við þau? How do they fit into your life? Hvernig passa þau inn í líf okkar? You cannot do away with them. You cannot. Do away with them. You cannot take them away. Þú getur ekki tekið þau í burtu. They are there. Þau eru þarna. And they are there for a reason. Og það er ástæða fyrir því. Can you say amen to that? Getið þið sagt amen við því? Look at my thumb here. Horfið á þumalfingurinn minn. This is a very Swedish thumb. Þetta er mjög sænskur þumalfingur. If you ever wondered what a Swedish thumb looked like, Ef þið hafið einhvern veginn veltið fyrir ykkur hvernig sænskur This is a þumalputti Swedish líkt thumb. út, þá er þetta sænskur. actually it's a very beautiful thumb. Mjög fallegur. Are you selling it? No. But if you look close, En ef við skoðið það mjög miklu nær, you see that I have a scar there. þá sjáum við að það er ör á fingrinum. That scar Þetta ör came when I was around 6 years old. fekk ég þegar ég var 6 ára gamall. Now I'm always 60 years old. Nú er ég orðin 60 I still have the scar. og ég er með þetta ör. I know exactly what happened. Ég veit nákvæmlega hvað gerist þegar ég horfa á það. I was out, making what do you call it, bow. Já, ég var úti og var að skjóta ör af boga. And I took my mom's kitchen knife.
Og ég tók hníf móður minnar. And I almost cut off my thumb. Og ég næstu því skar fingurinn af mér. But it healed up. En þetta I have læknaðist no problems with this thumb. og ég neinum vandræðum með þennan But I þumalputta. still have the scar. En ég veit af þessu út af örinu. Og það Now, minnir mig á. this is not very beautiful. Þetta ekki mjög, it's not very, It's not very beautiful, þetta ekki mjög fallegt, but it's very functional. en þetta virkar allt saman mjög vel og þumalfingurinn virkar. I have learned. Ég hef lært. Don't use your knife on yourself. Ekki vera að skera þig með hníf. Oh, there's a smart guy here, you know. Já, mjög mikil viska í þessu manni hér. I have a scar. Ég með ör. But then I will talk about the scars tonight. Svo ætla ég að ræða þessi ör. But I don't í want to kvöld. talk about the visible scars. En ég ætla ekki að tala þessi sýnilegu I ör. want to talk about the invisible. Ég ætla að tala þessi ósýnilegu The ör. scars that you carry because you have lived a life. Örin sem við berum af því að við höfum lifað lífinu. What do you do with them? Hvað gerum við við þau? The Bible says Biblían segir, in, let's go somewhere here. somewhere? Yeah, let's wait. Let's see where it goes. Hallelujah. Where did my message go? I have absolutely no idea. Maybe the Lord took it away. He said, don't do this, Stefan. In 1 Peter chapter 2, Í fyrsta Pétursbrefi í kapla 2, in verse 24, versi 24. you can just translate freely. Okay. Yeah. He himself bore our sins Hann bar syndir okkar in his body on the cross, á líkama sínum á so krossinu. that we might die to sins Svo við mættum deyja and syndinni live for og righteousness. lifa réttlætinu. By his wounds Fyrir hans spenjar you have been healed. eru við heilbrigð. What a strange place for healing. Það mjög sérstakur staður fyrir lækningu. Wounds that heals. Sár sem lækna. There is a saying that we say, hurted people hurts. Það segir stundum að sært fólk særir. Sagt folk säger det. Hurted people hurts. Þeir sem eru særðir særa. Many people that hurt others, Margir sem særa aðra they do that because they are hurted themselves. gera það vegna þess að þeir eru sjálfur og hafa sjálfur This verið is the særðir. most common way Þetta algengasta when we leiðin talk about wounds. sem við tölum sár. But here we have someone, En hér eru við með mann, his wounds hans sár will heal others. munu lækna aðra. Please help me now. He has his wounds, Hann með sín sár and by his wounds og fyrir hans sár we are healed. eru við læknuð. You know, when I saw this Þegar ég sá þetta in a new light, í nýju ljósi, and the Lord spoke to me, þá talaði Drottinn til mín my wounds are healing others. og sagði sár mín And lækna then he aðra. spoke to me and said, Og svo talaði hann til mín og sagði, what about your wounds? Stefan? hvað með þín sár? What about your wounds? Hvað með þín sár? And then I understood that the Lord wanted me to, he took me on a journey, so to speak. Og þá skildi ég að Guð var að taka mig í ákveðar svona He í wanted to ferð. teach me something. Í ferðalag, hann var að kenna mér ákveðna hluti. And I can say today Og ég get sagt í dag that I have learned. að ég hef lært. So I'm standing in front of you. Svo ég stend hér fyrir framan ykkur I am a broken man. og ég brotinn maður. I am not a strong man. Ég ekki sterkur maður. I used to be very strong. Ég var einu sinni sterkur And because I was so strong, og vegna þess að ég var svo sterkur, I was so weak. þá varð ég veikur. But now I am weak. En Now I am weak þegar ég veikur, and very strong. þá ég mjög sterkur. Before I was strong weak. Áður var ég sterk veikur. Now I am weak strong. Nú ég veik sterkur. Hallelujah. Halleluja. It is the same to say as to say, Þetta eins og að segja, before I was living dead.
áður var ég lifandi dauður. I have such life, you know. En þá er ég samt svo fullur af lífi. Oh, I was doing all kinds of things. Ég var að gera alls konar I hluti. was living, Ég var að lifa, but I was so dead on the inside. en ég var dauður að innan. See, many people around us, Margir í kringum okkur they are living, sem að lifa, but they are dead. en eru í rauninni dauður. But then when I met Jesus, En síðan hittaði Jesú, I died, ég dó and now I live. og núna loksins lifi ég. It's much better to be dead alive Það miklu betra að vera than to dauðlifandi be living dead. heldur en að vera lifdauður. We have enough of those people Það nóg að þessu that are fólki living dead. sem að eru lifandi dauðir. And you see, before, En þið sjáuð I áður, didn't have any life in the life that I had. I didn't have any life. ég fór til hvað segir, ég átti ekki líf, já. I did not have any life Ég átti ekki líf in the life that I had. í lífinu sem ég átti. There was something missing. Það var vantaði eitthvað. The life in the life. Lífið í lífinu. There was no bubble in the Coke. Það vantaði gósið í kókið. Have you ever tasted Hafið þið smakkað flatt kók? a Coke without bubbles? Kók sem er ekki með neinum bublum. And you say, oh God, Og þið segið, Guð minn almáttugur, where is the kick, you know? hvar er kikkið? Oh, nothing. Finnur ekki neitt. It tastes like a Swede, you know. Þetta bræðast eins og Svíþjóð. There's no bubble in it. Það vantar But when I allar came to bublurnar inn í Iceland, þetta. when I came to Iceland, Þegar ég kom til Íslands, I have understood þá skildi ég that there is a lot of bubbles here. að það er Hallelujah. mjög mikið af Oh bublum my God, hérna. hallelujah. Yeah. I had life, but there was no life in the life. Ég átti líf, en það var ekkert líf í lífi mínu. And I was trying to find life. Og ég var að reyna að finna lífið. So I did what everyone does in the society. Og þá gerði ég allt það sem að fólk I gerir í was trying to þjóðfélaginu. buy life. Ég var að reyna að kaupa líf. I was trying to consume. Ég var að reyna að neyta Oh my lífsins. God, I was consuming. Guð minn almáttugur var ég neytandi. I had boats. Boat. Já, ég á báta. Fyrirgefðu, já. Yeah, bauta. I had cars. Ég á bíla. I had trains. Já, við erum... No, I didn't have any train. Ég á ekki lestir. I had all kinds of things. En ég á alls konar And every hluti. time I bought something, Og í hvers skipti sem I ég thought keypti to eitthvað, myself, þá sagði ég við sjálfa here mig, comes the bubbles. hér koma Oh, bublurnar. here comes the... Já. Now I will be happy. Nú erum við glöð, Now nú I er ég have glaður. everything. Nú á ég allt sem ég Oh, vantar. wonderful. So I Dásamlegt. bought a new telephone. Svo ég keypti mér nýjan And I thought to síma. myself, Og ég sagði við sjálfa mig, welcome happiness. og hér kemur hamingjan. Welcome fulfillment. Velkomin hamingja og Welcome reason for living. uppfylling á ástæða fyrir að lifa. iPhone 6. Já, iPhone 6. Welcome to me. And Velkomin til fulfill mig. my life. Fyllt líf And mitt. then when I bought it, Og þegar ég keypti there það, were no bubbles in it. þá voru engar bublur í So I því. had to go to buy something else. Svo ég bara fór og keypti eitthvað I annað. was a consumer. Ég var nefnilega I neytandi. consumed all kinds of things. Og ég neytti hlutana. I consumed relationships. Ég meiri síðan nota neytti samskipta við fólk. Almost everything you can bring into yourself. Allt sem þú getur fært inn í But lífið. I didn't find the bubbles. En ég fann aldrei bublurnar. I was living dead. Ég var nefnilega But lífandi then I met dauður. Christ. Og svo mitt ég hitti í Jesú. Oh, Vá. and he killed me. Og hann draf mig. I died. Ég dó. I died. Ég dó. I left my sermon a long time ago. Ég komið svo langt út fyrir I just boðskapið fyrir flown löngu. Ég bara flæði Is hérna í that frá. okay? Er það í lagi eitthvað vegna? I just bring it out. Ég bara kem með þetta út. So I experienced the death. Svo ég upplýði döðan. Who died? Hver dó? I died. Ég dó. Hallelujah. Halleluja. Stefan died. Stefán lést. Paul is saying, Páll er að segja, I ég am er crucified krossfestur with Christ. með Jesú. And I don't live any longer. Og ég lifi ekki lengur.
And then he continues to say, Og svo heldur hann áfram og segir, and the life I now live, og lífið sem ég lifi núna, wait a minute, you died and you live. býtum við, þú dóst en þú lifir. Yes, that's exactly what he says. Það nákvæmlega það sem gerðist. He died, Hann dó that's why he lived. og þess vegna lifir hann. Hallelujah. Halleluja. When you die with Christ, Þegar þú deyrð með Kristi, your life þá will be filled mun líf þitt uppfyllast with his life. af hans lífi. He brings in the bubbles. Hann kemur með bublurnar. Hallelujah. Halleluja. Amen. Amen. The problem is, Vandamálið it is not so fun to die. að það bara ekkert voða gaman að deyja. I never met anyone that said, oh, I'm really looking forward to die now. Ég hef aldrei hitt neitt sem að sagði ég hlakka svo Let's til að deyja. die, darling. Hei, ég var að deyja í kvöld. I never found anyone that likes that. Aldrei fundið neitt sem We að are holding on to our life. Við höldum í líf okkar. But then when we meet Jesus, En þegar við hittum Jesú, we receive this death. þá meðtökum við þennan dauða. Hallelujah. Halleluja. Let me give you some help. Leif mér hjálpa ykkur aðeins. How to die. Hvernig á að deyja? Please don't. Yes, you need that. Number 1, Númer 1. die quickly. Deyðu snögglega. Don't drag on to it, you know. Ekki vera lengi að því. Die quickly. Deyðu snögglega. Jesus is our example. Jesús dæmið þetta. How do you die? Hvernig deyrðu? Well, he was on the cross for 6 hours. Hann var upp á krossinum í 6 And then klukkutíma he died. og svo dó hann. You know why? Veistu af hverju? He gave his life. Hann gaf líf sitt. Hallelujah. He gave it up. Hann gaf upp líf sitt. I gave up leaves it. He gave his life. Hann gaf líf sitt. Some people, they are holding on, you know, Sumir að þeir halda í það refusing to die. og neita að deyja. So they try to do this acupuncture death, you know. Nálastungu dauðan. Yeah, acupuncture. Hann prófaði þess að nálastungu dauðan. A little needle there. Já, ein A little nál needle þarna there. og hannu þarna. A little needle there. Já, nálir út allt. And there's so many needles after a while. Og það svo mikið af So they nálum just sink down and they die. að fólk svona hnígur niður og deyr. No, we die quickly. Nei, hann dó snögglega. Hallelujah. Halleluja. Do like this after me. Já, gerið eins og Take ég. your hands Takkiði hendur ykkar and then you do it like this. og lyftiði höndunum svona upp. I call it to die the Japanese way, you know. Ég tala að þetta að deyja japanskum dauða. Do it quickly. Gera það snögglega. Number 2. Númer 2. Don't be a drama queen Ekki vera dramadrottning when you die. þegar þú deyrð. Ekki vera eins og Sippa I'm dying now. sem að deyrið einhvern veginn svona. I'm dying. Já. Look at me. Já. I'm dying now. Ó, ég að deyja, sjáuði mig. Don't be a drama queen. Ekki vera Just do dramadrottning. it. Bara deyrið, gerðu þetta. Don't drag on with it, you know. Já, ekki taka svona Don't langan send it tíma. out on Facebook. Já, ekki skrifa það á Facebook. I just want everybody to know now Mér langar bara til þess að allir fá að that vita I það am núna dying. að ég að deyja. Don't do that. Ekki gera það. Don't be a drama queen. Ekki vera dramadrottning. Be like Jesus. Vertu eins og Jesú. He had integrity. Hann hafði heilindi eða var heilstiftur. Hallelujah. Halleluja. Well, did you learn anything about dying? Eru þið búin að læra eitthvað að deyja? So he said, I died. Svo hann sagði ég dey. What did he die? Dive. What did he die to? Já, til hvers He dó hann? died to himself. Hann dó til sjálfsín. He said, Hann sagði, I have been ég crucified. Ég krossfestur. Many people, they want to crucify their wife, you know. Margir vilja krossfesta konurnar sínar. Or their husband. Eða eiginmannina sínar. You need to die. Þú þarft að deyja, thank you. Go and die now. Farðu á deyðu núna. No, Nei. I have been crucified. Ég hef verið krossfestur. Hallelujah. Hallelujah. What does it say? What does it mean? Hvað þýðir það? It means that I've gone from me
Það þýðir að ég hef farið frá mér to he. yfir í að vera hann. It is not now, I am not living any longer, he says. Ég lifi ekki lengur. I died. Ég dó. And the life I now live, Og lífið sem ég lifi núna, I live in the faith of Jesus Christ. lifi ég í trúnni á Jesú Krist. I have a new life. Ég á nýtt líf. Praise the Lord. Can you say praise the Lord? Lofse Guði. Amen. Amen. Hallelujah. The reason why we sometimes are so wounded Ástæðan fyrir því að við erum oft svo særð is because we didn't die. vegna þess að við dóum ekki. I have had a lot of dogs in my life, Ég hef átt marga hunda í lífi mínu and they die. og þeir deyja. Sometimes I kill them. Stundum hef ég þurft að aflífa þá And I have never seen a dead dog og ég hef aldrei séð dauðan hund full of bitterness. sem fullur af bituleika. Never seen it when you hit it, you know. Já, No response. nei, þegar ég sparki hana þá kemur ekkert svar. You know why? You know why? Veistu af hverju? He's dead. Hann dauður. Can you say amen to that? Getið þið sagt amen við því? So it is with my old life. Þannig það líka með mitt gamla líf. It died. Það dó. Hallelujah. Halleluja. Can you say amen? Getið þið sagt amen við þessu? So many people go to counselings Svo margir fara í ráðgjöf and try to fix a thing that is supposed to be dead. og að reyna að laga hluti sem eiga að vera löngu dauðir. You died away from the old life. Þú deyrð frá gamla lífinu It's þínu. gone. Það farið. It doesn't have any impact any longer. Það á ekki að hafa neinn áhrif Because the lengur á. life that you now live, Vegna þess að lífið sem þú you lífið live in núna the faith of the Son of lifur God. í trúnni á Jesú. Hallelujah. Halleluja. So I don't go back and dig up this dead person. Svo ég fer ekki tilbaka og gref upp þennan gamla mann, The old Stefan, gamla Stefán, and say, hey, Stefan, come up from the grave now. og segi, hei Steppi, komdu upp úr gröfinu núna. What do you think about this? Hvað heldur fennst þér þetta allt saman? He thinks a lot of things. Hann hugsar ýmislegt og hefur margar skoðanir. He's not healthy Hann ekki to heilbrigður speak to the dead. og á ekki að tala við þennan dauðu. Don't talk to them. Ekki tala við þennan dauða. Can you say amen? Segið amen við því. Now, so I'm dead in Christ, Svo ég dauður í Kristi, but I now have a life. en ég á líf. And that life Og þetta líf is the supernatural life yfir náttúrulegt líf that comes sem kemur from the Lord. frá drottni Jesú Kristi. Hallelujah. Halleluja. And that is very important that we have that with us. Og það mjög mikilvægt að við geymum þetta með okkur. But maybe you say then, Og kannski segir þú, but what about all my scars? hvað með öll örin mín? Everything that I have with me. Allt sem ég ber með mér. You see, you have it with you. Þú kannski hefur örin á þér. The scar is still there. Já, örið á fingrinum. You have those experiences in your life. Þessar reynslur fylgja þér í gegnum lífið. You have it there. You have the memories. Og þú átt minningarnar. All of these things are still there. Allir þessi hlutir But it þarna. doesn't have to have an impact on your life. En eiga ekki að hafa áhrif á It lífið. doesn't have to have an influence of your life. Eiga ekki að hafa nein áhrif á lífið þitt. Can you say amen to that? Getið þið sagt amen við því? Hallelujah. Can you say hallelujah? Getið megið segja halleluja. You know, Runar, he's not only a great singer. Rúnar ekki bara frábær söngvari. Where are you, Runar? Hvar Rúnar? He went home. No, there he is. Já, hann hann aftast. He is also a good painter. Hann líka mjög góður málari. He's been painting many years. Hann hefur málað í mörg So ár. I'm not the man to try to teach this. Ég ekki alltaf ekki að But I kenna just það. used the principle or the illustration. En sama prinsipið get ég I notað. was painting my car. Ég var að mála bílinn minn. And I had this expensive coat, you know. Og ég átti Expensive color. átti mjög dýra málningu eða I've lit á been doing the bílinn. groundwork. Og ég var búinn að vinna alla grunnvinnuna. It takes forever, you know. It's such a boring job. Tekur heila eilíð, ömulega leiðileg vinna. And now finally, Og að loksins. I was at the place where I could, you know, spray the base coat. Þá komst ég á þann stað að ég gæti farið að spreyja litin yfir bílinn. I couldn't hardly sleep that night, you know. Og ég ætlaði alltaf að geta sofið. Tomorrow I'm going to paint the Á car. morgun að fæja mála So I went bílinn. out and I took out the paint and I started to spray. Og svo daginn eftir þá fór ég á fætur og ég byrjaði að mála. And when I started to spray, Og þegar ég byrjaði að mála, all of a sudden there was a reaction in the paint. þá allt í einu byrjaði málningin að senda frá sér einhver Yeah.
reaction. Já, það voru einhver viðbrögð í málningunni sem sagt. And you see, when I painted, Og þegar ég málaði, the paint started to bubble, you know. þá byrjaði málningin að bubla. And it came out, you know. Og málningin kom út. The old paint Gamla málningin arose up. Já, gamla málningin kom í gegn og And reis upp. started to destroy the new paint. Og byrjaði að eyðileggja nýju málninguna. And I thought to myself, Og ég hugsaði við sjálf mig. oh no, Nei. Nei. So I thought to myself, well, I just add some more paint. You know. Svo ég sagði við sjálf mig, ég set bara aðeins meiri málningu And the yfir. more I added, you know, Og það meira sem ég setti, mun meira kraumaði. I was so dismayed, you know. Og ég var svo, Dismayed, I was so unhappy. já, ég var bara, var fyrir miklum So I vonbrigðum. came in to my wife, you know, Svo like ég this. gekk svona inn til konuna minnar. And then she looked at me and said, Og hún horfði á mig og sagði, Stefán, it didn't go so well, did it? það hefur greinilega ekki gengið mjög vel eða hvað? No, Nei, I don't want to talk about it. ég vil ekki tala það. I'm going down to my hole. Ég að fara út í hóluna mína. You know, in our house, we have the basement, you know. Það kjallar í húsin okkar That's my place. sem minn staður. So Maria often sends me down there. Yeah. Og hún sendi mig stundunir í kjallara. Go down to your hole. Farðu niður í hóluna þína. You too? So I went down to my hole Svo ég fór niður í hóluna mína just to spend time with the person I love the most, til að eyða tíma persónunni sem ég elska mest. myself. Mér sjálfum. So I just sat there, you know. Og ég sat niður í hólunni. But then En þá I got this revelation. fekk ég åpenbarun. I understood Og ég skildi that God wanted to speak to me. að Guð vildi tala við mig. And then he said to me, Og hann sagði við mig, Stefan, Stefán, you cannot spray grace þú getur ekki spreyjað náð directly on the law. beint á á lögmálið. Because if you do, Vegna þess að ef þú gerir það, the new þá mun nýja, will provoke, þá mun þið nýja, provocera. ögra, nákvæmlega, Ögra, já, it will ögra. It will provoke the old. þá mun það ögra hinu gamla. Because the new Vegna þess að þið nýja is so strong. svo sterkt, So it penetrates svo það refsar. deep in to our lives. Já, það kemur sér djúft inn í líf okkar. You must have something Þú verður að hafa eitthvað that seals sem að The old. dekkir þið gamla. so eða that hylur. the new Svo að þið nýja can be painted on in your geti life. verið málað yfir líf þitt. It doesn't help to spray more grace over our lives. Það tekur meiri tíma og vinnu að sprauta náð mörgum sinnum yfir líf okkar. Because the old life Vegna þess að gamla will lífið be so provoked, verður fyrir svo mikilli ögrun actually will rebel og það mun rísa upp og gera with uppreist the new. gegn hinu nýja. Because the old Vegna þess að þetta gamla cannot stand the new. þolir ekki þetta Because nýja. the old Þetta gamla is all about you allt and has nothing to do with Jesus. og hefur ekkert með Jesú So að here you gera. come with this nice, wonderful grace paint. Og þið komið inn í hérna nýju náðarmálningu And you want to spray it on your life. og þú spreyjar því yfir lífið And þitt what happens is og það sem gerist that the old begins to stir, að þið gamla það byrjar að bubla. begins to rebel Það fyrir að gera uppreist against what God says. gegn því sem að Guð Oh, segir. halabashandoloria. Halleluja. Don't even think the thought Ekki einu sinni láta ykkur detta það í hug. that you could spray righteousness over this old life. Að þið getið spreyjað réttlæti yfir gamla Because your líf old ykkar. life will rise up and Vegna say, þess að gamla lífi mun rísa upp. no, Og segja, it's nei, not nei, so nei. easy. It is not so Þetta easy. ekki svo auðvelt. Oh, no. Nei. Oh, I know you. Ég þekki I þig. know your lifestyle. Ég þekki I know what lífstílinn kind of person you are. Ég veit hvers slags You manneskja cannot þú ert. stand there and say you are righteous and everything is good and everything is... Já, þú stendur þarna og þykist You vera can't do réttlátur og allt that. sé í góðu, þú Because getur the það ekki. old life
life Vegna þess að gamla will lífið always rebel mun alltaf gera uppreist against the new life. gegn nýja lífinu. Something has to be done. Eitthvað þarf að gera. And what is that? Og hvað er það? Death. Dauði. You have to die Þú from þarft að the deyja old life. gamla lífinu. Otherwise, the old will always block and hinder what God wants to do in your life right now. Annars mun gamla lífið alltaf reyna að hindra það sem að Guð er að gera í lífiðinu í dag. Can you say amen to that? Getið þið sagt amen við því? Hallelujah. Halleluja. That's why we have the blood of Jesus. Þess vegna eigum við blóð Jesú. Hallelujah. Halleluja. Oh my God. How did I solve this thing with the car? Hvernig reddaði ég þessu með Well, bílinn? I had to sand it down again. Ég þurfti að Pussa já, ner. ég þurfti að pussa niður. Pussa ner. Pussa niður. Pussa ner. Pussa in Sweden is... So I went to the car. Ég fór í bílinn og kista hann allan hringið. So I said, pussa Ég þurfti ner. að pussa niður málninguna. So I gamlu. pussa ner these bubbles, you know. And then I bought a very expensive color Og svo keypti ég mjög dýran lit that is called sealer. sem að heitir sealer. Sealer. Já, So I já, grunnur. Takk. spray this sealer on. Og ég spreyjaði grunni yfir þetta gamla. And in that way, I blocked Og þannig gat ég hulið the old things. gömlu málninguna og gamla hluti. Because when you are working with a car Vegna þess að þú ert að vinna með bíl and you begin to sand og þú byrjar að, and you begin to, fix the car, byrjar að pússa bílinn, you are entering into history. þá ert að keyra þig inn í söguna. If you have an old car, Ef þú átt gamlan bíl, you will find that there are different layers of paint. þá myndu átta þig á því að það eru nokkur lög af málningu á All honum. kinds of things that happen in that car's life. Alls konar hluti sem hafa gerst í lífi bílsins. You don't see it on the surface. Þú sér það ekki á yfirborðinu, But when you begin to dig into it, en þú byrjar að grafa eftir all því kinds of things you'll notice. að þá myndu sjá alls konar hluti. And you have to seal that. En þú þarft að sjá það. Sílið, þú verður að innsigla það, já, þú verður að loka fyrir það. Everybody do like this. Innsigla. Insigla. Innsigla. We have a blood Við erum með blóð that speaks louder sem að talar hærra than the blood of revenge, heldur en blóð hefndar, than guilt, shame, heldur en skömm all of these things. og allir þessi We hlutir. have a blood. Við eigum blóð And when you spray that blood over your life, og ef þú spreyjar þessu blóði yfir lífið þitt, hallelujah, Hallelujah. you are blocking þá ertu að hylja the old heið gamla to have an influence til þess að hafa áhrif on the new. á heið nýja. That answered a lot of questions for me. Þetta svaraði mörgum spurningum fyrir mér. Because I've heard many preachings and seen many people and know people. Ég hafði heyrt marga predikanir og hitt mikið af fólki, They gömlu are og ungu, preaching grace, sem að predika náð, but they are sending law. en þeir eru alltaf að senda út lögmál. They are preaching the new, Þeir predika hið nýja, but the old are still in control. en þetta gamla er samt við stjórn. There is something that is not dead yet. Það er eitthvað sem er ekki dautt ennþá. The old has to die. Þetta gamla verður að deyja. Hallelujah. Can you Halleluja. say hallelujah? Getið þið sagt halleluja? So that the new things Þannig að þetta nýja that God wants to add to your life sem að Guð vill bæta við í lífi þínu will not be disturbed. mun ekki verða trublað. You have to understand Þú verður að skilja that the gospel, að fagnaðarerindið it's so powerful. er svo kraftmikið. I mean, it is so very powerful. Það er svo mikill kraftur í því. I had a good lunch with my friend Hilmar today. Ég borðaði með Hilmari vinnu mínum í dag. Good to see you. Gaman að sjá þig. Hallelujah. Halleluja. It must have been a good lunch because he came to the meeting. Þetta hlýtur að hafa verið góður hádegismatur vegna þess að hann kom á He samkomuna. wanted more of Stefan. Hann langaði til að fá meira af Stefáni. No, he wants more of the Lord. But he said a thing to me. He said, the Lord is so good, En hann sagði Guð er svo góður. so that we have a problem with that. Og við eigum oft í vandræðu með það. I mean, he is so good. Hann er svo góður.
So it disturbs us. Svo það truflar okkur. I mean, the Lord Guð will never leave you nor forsake you. mun aldrei yfirgefa þig. I thought to myself in my life sometimes, Og ég segi stundum við sjálf mig, Lord, you should leave me. Guð, þú ættir eiginlega að fara frá mér. I mean, don't bet on me, you know. Ekki trista á mig. I am a losing horse, you know. Ég veðhlaupa hestur sem mun tapa. I will never win a race, you know. Ég mun aldrei vinna kapphlaup. Don't invest in me, you know. Ekki veðja á mig. I have so many scars, you know. Það svo mikið af örum á mér. I can hardly walk. Ég get varla gengið. And the Lord just pours in. Og Guð bara úthellir. You see, the Lord gave me not one chance. Guð gaf mér ekki eitt tækifæri. He gives me a chance every day. You know. Hann gefur mér tækifæri á hverjum einasta degi. So I messed it, you know, so many times I messed my life up. Og ég búinn að klúðra lífið mínu svo oft. And I'm down there in the hole again. Og ég komin aftur niður í hóluna. Here I am now. Já, ég hér. I know everything about this hole. Ég veit allt þessa hólu. I'm a hole expert. Ég hólu sérfræðingur. I've been here many times. Ég hef verið hér margoft. I know the depth, the wide, yeah, I know everything. Ég veit allt. So I can write books about Svo ég get skrifað bækur það. the pit. Pittin. Oh. So I'm really pitiful. Já, svo ég fullur af And then every pittin. time I end up there, Svo ég komin hérna á endanum. the Lord comes. Og þá kemur Guð. Hi, Stefan. Hæ, Stefán. I see you're here again. Ég segi að þú ert ennþá í hólunni. Já. Yeah. Já, ég það. And then he reaches down to me Og svo tegir hann sig niður til mín. and he pulls me up. Og hann reisir mig upp. And I say, let's, Stefan, Og hann segir, Stefán, let's go. við skulum fara. Let's go now. Við skulum fara. Hallelujah. If you think Ef þú heldur that the grace of God að náð Guðs only works one time, virki aðeins einu sinni, you have misinterpreted the að grace þá of God. hefur einhvern veginn mistúlkað náð It Guðs. works every time. Hún virkar í hvert einasta And skipti. if you think Og ef þú heldur that you will never do a mistake again, að þú munir aldrei gera mistök aftur, I want to pray for you. þá ætla ég að byrja fyrir I þér. want you to stand up here. Þá ætla ég að byrja að standa hérna megin. This is the place where we have the corner for the liars. Já, þetta svæði fyrir lígarana. So if you have that problem, you stand here. Og ef þú ert í þeim vandræðum, It's þá very stendur important hérna. you stand exactly here, Já, because this is like a prophetic corner. já, þetta svona sérstakt spádómshorn. If you think that you will never Ef make þú it heldur að again, þú munir aldrei, my friend, when you are down in the hole, þegar þú ert niður í hólunni, don't promise God a lot of things. ekki vera að lofa Guð einhverju bulli. Lord, Guð, I promise you. sorry. I promise you. Ég lofa þér. Never Ég mun aldrei, aldrei do this again. gera þetta aftur. Don't do that. Ekki gera það. Because it will not bring you up from that place. Vegna þess að þú munt, sorry? He will not bring you up from that place. Já, hann mun ekki rífa þig upp frá þeim stað. Because you shaped up. You know. Vegna þess að þú ert búin að taka til í því sjálfur Of þér. course you shaped up in the hole. Eða vegna þess að þú hefur tekið til í Everybody hólunni. does, you know. Allir gera það. Oh, we do all the signs. Já, við förum allir í að signum okkur og lofum Guð. Oh, my God. And we think that, you know, God will reach down because we deserve it. We think that Já, God... Guð, við höldum að Guð muni tegja sig niður til okkar vegna þess að við þingum það skil. So we are doing some things down there in the hole. Já, svo við gerum alls konar hluti í hólunni. And we have some spiritual stuff down there. Já, gerum svona andlega that hluti God þarna is niðri. so attracted to. He is so attracted Sem to að that. Guð dregst Oh, að. look what he's doing down Og there. svo, sérðu hvað hann er að Oh, gera? look at this. Wow. I have to go down and help Ég him verð up. að fara niður, hann hefur unnið fyrir því. Nei, það virkar ekki þannig. You are not being brought back again because you deserved it. Þú hefur ekki verið dregin og reistur við vegna þess að þú er það You are skilið. brought up again Þú ert reistur við because he deserves it. því að hann á það skilið. Amen. Hallelujah. And I tell you, my friend, Og leiðum mér að segja ykkur, oh, God is so good. Guð er svo góður, So it provokes us sometimes. svo á stundum þá ögrar hann okkur. Can you say amen?
So that old things Svo að gömlu hlutirnir needs to die away from me þurfa að deyja frá in mér. order for me to embrace grace Til þess að ég geti umvafið náðina, and eða meðtekið embrace the náðina goodness of God. og meðtekið góðvilsku og Hallelujah. góðmennsku Because Guð. this goes beyond Vegna þess að þetta er our miklu, understanding. já, það er engin leið að skilja þetta. Hallelujah. Halleluja. Now, God is in the restoration business. Guð er í uppreisingabransanum. Maybe you wonder when I will begin to preach. Maybe you wonder when I will begin to preach. Já, kannski, þú ert kannski farin að velta þig fyrir hvenær ég ætla að byrja að predika. I'm in it now, you know. Ég er byrjað nú þegar. This is the preaching. Þetta er predikunin. It's okay. This is the preaching. Er í lagi þó að þetta sé bara So predikunin? don't sit there and wait. Ekki sitja og bíða. Hvenær byrjar hann að predika? Is it coming? Er það að koma? Er eitthvað að fara að gerast? You are in the midst of it. Þið eruð í miðri predikun. It doesn't get better than this. Þetta verður ekkert betra. When do we have the punch? Hvenær fáum við pönsið? This is the punch. Þetta er pönsið. Hallelujah. Amen. Amen. He is in the restoration business. Hann er í þeim bransa að reisa upp. He is the restorer of Hann my er faith. endurreisarinn. And that leads me actually to what I started to say. Sem að kemur mér aftur á það sem ég var að tala um í upphafi. He brings you up. Hann reisir þig upp. He forgives you. Hann fyrirgefur þér. But the scars En örin will remain. munu vera til staðar áfram. There are people here tonight. Hér er fólk í kvöld You have a lot of scars. sem er með fullt af örum. And I tell you, my friend, Og leyfið mér að segja ykkur það you are not unique. að þið eruð ekki ein eða einstök í því. Everyone has them scars. Það eru allir að bera sín ör. Welcome to the Scar Church. Velkomin í örakirkjuna. We are full of scars. Við erum full af örum. And why En hvers vegna doesn't Jesus take away the scars? tekur Jesú ekki örin í burtu? Because he has a purpose for them. Vegna þess að það er tilgangur með þessum örum. There is a purpose for them. Það er tilgangur með örunum. The first thing that Jesus does Það fyrsta sem Jesú gerir is that he walks in with his healing power, er að hann gengur inn með sinn lækningamátt, cleanses you, hreinsar þig, heals you. læknar þig And many people, they stop there. og margir þeir bara stoppa þar They think, oh, wonderful, now I'm healed. og hugsa, ok, þetta er í lagi, ég er læknaður. But this is not in that sense a halfway house. En þetta er ekki í þeim skilningi áfangaheimili. No. This is a whole-way house. Já, þetta er lífshús. He's not only, repairing and fixing. Hann er ekki bara að lækna og gera við, He is restoring. hann er að endurreisa. Everybody say restoring. Segið þið endurreisa. What is the restoring thing? Hvað þýðir það að Is that endurreisa? he restores you to the original plan. Það þýðir að hann endurreisir þig til upprunalegrar áætlunar sinnar. We were talking in the car on the way to the church. Við vorum að tala saman í bílnum á leiðinni í kirkjuna. I have so much fun when I am together with you guys. Það er svo gaman að vera með ykkur. I have never laughed so much my whole life. Ég hef ekki hlegið svona alla ævi. I laughed myself to sleep. Ég hló mig sjálfan í svefni í gærkvöldi. And I woke up laughing. Og ég vaknaði hlæjandi. I can't go into that. It's prophetic and deep. And Ég ætla ekki að fara út í af hverju það er. I can't move into that. Það er mjög spátumslegt og djúpt. Original plan. Upprunalegt plan og áætlun. Have you ever had a plan A? Hefur einhvern tíma verið með áætlun A? Say yes. Segðu já. Yes. Já. Just say yes. You have an idea. Þú ert með hugmynd. You were on your way. Þú ert í burtu. And what happened with your plan A? Og hvað kom fyrir þessa áætlun A? It exploded. Hún sprakk. That's why we sometimes have a plan B. Þess vegna erum við stundum með plan B. In case of. Ef að eitthvað gerist. In case of. If plan A is exploding,
Ef að áætluna A eða plan A klikkar eða springur, we go to plan B. þá förum við bara í plan B. But now you have used your whole alphabet. You know. En nú ertu búin að nota allt stafrófið. You're standing, oh my God. Þú hugsar, ó, Guð minn góður, There is no more letters here. það ekki fleiri stafir hérna. I've used the C and the D and the Ég E búin að nota and the plan A, F. B, C, D, E, F, G. I don't know in the Icelandic alphabet, but in Sweden we have the last is Ö, you know. Já, síðasti stafurinn í stafrófinu Ö í sænsku eins og íslensku. And you see that O with the two. Og þú sér þarna Ó með 2 punktum yfir. Oh, I can see Ö Og coming. ég sé að Ö að koma. That means something. Það þýðir eitthvað. I'm into plan Ö. Ég þarf plan Ö. Oh my God. Guð I minn better góður. shape up now. Nú eins gott að taka til og gera hlutin almennilega. I used all the letters. Ég búin að nota alla stafina. The A and the B and the A og C B and the og D C. and the E. Oh, Ö. I'm holding on to you, Ö. Ó, You are my last chance. Þú ert síðasti tækifæri mitt. Oh, Ö. God doesn't have a plan A and a plan B. Guð ekki með plan A Plan eða B C eða and C plan D eða D. in case of, you know. Bara svona ef að eitthvað klikkar. He doesn't have a plan when you are in the age of having hair. Guð ekki með einu sinni plan, þannig plön þegar þú ert á þeim aldrei að þú ert með hár á höfðinu. Think about that. My Hugsa dear um brother það. here, he's out of the will of God. He's out of the purpose of God. Hann gengur út úr vilja He was Guðs. walking with the Lord. Hann gekk með Guði. He was walking in the hair Hann plan. gekk í Oh hárinu. my God, hallelujah. Oh, God is using me. Oh, I'm in the hair. Ég í hárinu. And then the hair disappears. Og síðan hverfur hárið. What shall I do with my life? Hvað á ég að gera við líf mitt? It's over and done. Vá hvað ég þekki þetta. No. Can you say amen? Getið þið sagt amen við þessu? God doesn't have a plan for you just when you were young. Guð hefur ekki bara áætlun fyrir því að þú ert ungur. Yeah, you were young. Þú varst ungur. Have you watched yourself in the mirror? Hefur hort á sjálfan því í speklunum? Oh yes. Please don't. Ekki gera það. Live in the illusion. Já, lifðu í blekkingunni. But if you ever walk over to the mirror someday, if you ever walk over to the mirror, Gengur einhvern tímann að speklinum. then you begin to quote new scriptures. Og þá getur þú byrjað að kvóta sem sagt gamla ritningastæði. Like David, Eins og Davíð. I have been young. Ég hef verið ungur. Yeah. Most of you can say that also. Flest ykkar getið sagt það sömuleiðis. You are in the has been. You know. Þið eruð, You have been. þið hafið verið. Yeah. So many people live there, you know. Það eru svo margir sem búa þar. They think that the plan was have been. Já, þeir halda að áætlunin sé liðin. That's why I always want to sing these nostalgic songs, you know. Og þess vegna svo gott að syngja alla þessa gömlu söngva. Hallelujah, hallelujah. They want to sing these songs. Þeir vilja syngja þessa gömlu söngva. They were singing when they were in the plan. Og af því að við sungum þau þegar við vorum í áætluninni. Oh, they want to have they live there, you know. Þau búa þar. Because it belonged to the plan. Vegna þess að það var hluti af áætluninni. You were young. Þú varst ungur. You were on fire. Þú varst fullur af eldi. You were on fire. Þú varst fullur af eldi! You have those kind of legs, you know. Já, nákvæmlega. Og hreyfðir þið svona. And now you're I not can't younger. translate that. I'm very sorry. And now you don't have that, you know. Og nú ertu ekki lengur á þeim stað að geta gert þetta. Before you had this, Áður og þá hafður þetta í þér. we're going to conquer the world. We're going to conquer the world. Já, við ætlum að sigra heiminn. You didn't care. You can sleep in tent, you know. Já, þér er alveg sama. You can sleep on the mattress. Þú getur sofið í You can tjaldi sleep eða á directly on dínu. the floor, you know. Já, þú getur sofið á gólfinu. You can go and pee anywhere, you know. Þú getur pissað hvað sem Didn't er. care. You just peed everywhere. You didn't care, you know. Þér var alveg sama. How are the young people in Sweden? But now,
Ég skil ekki þetta sænska fólk í Svíþjóð, það er önnur saga. You're free. Þú ert frjáls, þú ert ungur. Yeah, you had the passion. Þú varst með, I'm passion. going to conquer the world. Þú ætlar að sigra heiminn. You went to Albania. Þú fórst til Albaníu. You went to Turkey. Þú fórst til You went Tyrklands. to Finland. Þú fórst til Finnlands. You went to Sweden. Þú fórst til You went to Svíþjóðar. India. Og til You went to Indlands. Africa. Og Afríku. You traveled the world. Þú ert búin að færiðast heiminn. And now Og you're núna old. ertu orðinn gamall. You don't want to sleep on the floor. Þú áttir að sofa á gólfinu. Give me a Hilton. Þú ættir að vera á Hilton. You want to be comfortable. Já, þér á að líða vel. Þú ætti ekki að þurfa að sofa á gólfinu. You cannot pee anywhere. Þú getur ekki pissa hvað sem er. You can't hardly pee at all, you know. Stundum áttu kannski bara í vandræðum með að pissa yfir höfuð. You're getting old. Þú ert að verða gamall. You're losing your teeth. Þú ert að týna tönnunum. You used to have all of them. Og varst einu sinni með alla tennurnar. And now they are gone. Og nú að fara þær hver af annarri. So you cannot eat this food that they are serving you. Og þú getur ekki borðað þennan mat sem hefur verið að koma með til þín. You only eat this. Þú borðar bara. And then you think, it's gone. Og svo þetta bara farið. Because there are certain things in the plan Af því það eru ákveðnir hlutir í that áætluninni suits you. sem að fara þér. And when that period on those things are gone, Og þegar að þessi hlutir eru farnir eða You þessi think that- tími er farin, the plan is gone. þá er allt í einu áætlunin búin. No. Nei, Hallelujah. God doesn't have a special plan for young people. Guð er ekki með sérstaka áætlun fyrir ungt fólk. He doesn't have a special plan for singles Hann er ekki með sérstaka áætlun fyrir einhleypa or doubles eða þá sem eru tvöfaldir. or triples, quadruples. He doesn't have a certain plans like that. Hann er ekki með einhverja sérstaka áætlun. He has one plan. Hann hefur eina áætlun. Hallelujah. Halleluja. Can you tell me what that plan is, Stefan? Can you tell me what that plan is? Já, getur þú sagt mér hversu áætlun er, Stefán? You know what that plan is? Veistu hversu áætlun er? That you will become Að þú verðir who Christ is. sá sem Kristur er. Hallelujah. Halleluja. Christ-like in every area of your life. Kristur dó fyrir sérhvert svið lífsþíns. We think that the plan is about what we do. Við heldum að áætlunin sé það sem við gerum. No, the plan is who we will become. Nei, planið er og áætlunin er hver við verðum. Hallelujah. Amen. Halleluja. Hallelujah. Amen. I don't know if you are at the plan P or not P. Ég veit ekki hvort að áætlunin þín er áætlun P F or eða F. I don't know where you are. I don't know how many letters you destroyed. Ég veit ekki hvað þú ert búin að nota marga bókstafi. And you think, my God, I missed everything. Og þú veist að bara, Guð minn góður, ég bara mista af þessu öllu. No, you have not missed anything. Nei, þú mistir ekki neinu. But Stefan, in A, I had so many scars. En Stefán, í plani A, þá fekk ég svo mörg ör. And in E, all many scars. Og var alveg skelfilegt. And F, Og F, so many scars. svo mikið af örum sem ég fekk. What was the meaning of that? Hver var tilgangurinn með því? The purpose of that is Tilgangur þess when you are healed, að þegar þú ert læknaður, God takes one more step. þá tekur Guð eitt skref í viðbót. He heals you Hann læknar þig, so that he can use you svo hann geti notað þig in the next season. á næsta tímabili. Hallelujah. Halleluja. I will end with this. Ég ætla að ljúka á þessu. I'm just comforting you a little bit. I said I will end with this. Ég bara svona ró ykkur aðeins, ég sagði ég ætla að enda með God, þessu. he will finally Og allir end. hugsa, Guð minn góður, loksins er hann að vera I búinn. will end with this. Ég ætla að ljúka á þessu. God wants Guð vill to take or to bring your wounds, your scars, að taka gömlu sárin þín to become til að verða one of the greatest einn af þeim stærstu og mestu assets eignum in your life. lífsþíns.
those things þessi hlutir that hurted you so much sem að særðu þig svona and mikið almost took your life og næstum því eyðilögðu lífi and destroyed you. og eyðilögðu þig. Those things, Þessi hlutir God will turn it around. ætla Guð að snúa við And from that place, og frá þeim stað create an asset skapar hann verðmæti that will bless and help many people. sem munum blessa og hjálpa mörgum. This is one of the reasons I love the Lord so much. Þetta er eina af ástæðunum fyrir því að elska Guð svo mikið. It is because he never gives any leftovers to the devil. Vegna þess að hann gefur aldrei afgangana til djöfulsins. He doesn't say, Hann segir okay, ekki, Satan, allt í lagi, djöfull, you did this now. þú gerðir þetta núna, And okay, I know that. allt í góðu, ég veit I það, respect that. og ég virði það. You succeeded. You succeeded in Já, that. þér tókst það. He never said that. Hann sagði það aldrei. You know what he says to Satan? Veistu hvað hann segir við Satan? Nothing belongs to you. Þér tilheyrir ekkert. Nothing. Ekkert. I will take everything back. Ég tek allt tilbaka. Everything. Allt. You will not have anything that you can come with. Þú munt ekki eiga neitt sem þú getur komið með. At least I have this defeat. At least I have this mistake. Að minnstakosti á ég þennan ósigur eða þessi mistök, segir The djöfullinn. Lord walks into your life. En Guð gengur inn í lífið He þitt. takes back everything Hann tekur allt til sín. that the devil was planning to use against you Sem að djöfull ætlaði að nota gegn for the þér. rest of your life. Fyrir það sem eftir var lífsins. God walks in there Guð gengur þarna inn and he rips him off of that. og hann rífur þetta út. Han river detta ut. Ja. Oh my God. Han river detta ut. Hallelujah. He takes it away from him. Hann tekur það í burtu frá þér. Hallelujah. And he Halleluja. brings it back. Og hann gefur þetta tilbaka. And he restores. Og hann endurreisir. And he heals. Og hann læknar. And he put it back in your life. Og hann setur þetta tilbaka And inn í he líf brings þitt. in purpose Og in gefur your þér life. tilgang. Og gefur því tilgang í Praise the lífi Lord. þínu. I said praise the Lord. Segir lofið I drottinn. said praise the Lord. Lofum Help me drottinn. now. I said praise the Lord. Lofum Hallelujah. drottinn. Oh, glory be to God. Hallelujah. Hallelujah. Halleluja. So when you look back at your life, Þegar þú horfir tilbaka inn í líf þitt and you may feel or think, og þú hugsar eða þér finnst this thing I went through og upplifir þetta sem þú varst að seems so gangi í gegnum. meaningless. Það svo tilgangslaust. You know, it took so much from me. Það tók svo mikið frá mér þetta sem ég gekk í And you gegnum. see all these things in your life. Og þú sérð alltaf þessu hluti í And you think, lífinu. oh, such a waste of energy, lifetime, Og þetta var svo everything. mikil sóun á tíma og orku. And you think, oh, Og þú segir, but then when God en comes, síðan kemur Guð He creates beauty from ashes. og hann Hallelujah. býr til fegurð úr öskunni. And you know, this is why God is God, you know. Og þetta það sem Guð hefur gert. There are people, or even, there are things. There are people, Það fólk they can take your talent sem geta tekið hæfileika and your þína ability, og möguleikana þína. and you can, you know, have some breakthroughs there. Já, og þú hefur eitthvað þar til að gefa. But you know, Jesus, En Jesús, He walks into the darkness of your life. hann gengur inn í myrkurstu herbyggi He lífstíns takes those things og hann tekur hlutina þar that you thought to yourself, sem að þú hafðir hugsað með sjálfum þér. this will totally devastate the whole future, everything in my life. Þetta mun eyðileggja framtíðina alla í mínu lífi. And Jesus walks in there, Og Jesús gengur þarna inn and He comes out with that, og hann kemur út and in the process, og í þeim prósess He is healing you, að þeir sem hann er að lækna setting þig you free, gera þig frjálsan, hallelujah, Hallelujah. recovering you, lækna þig and then when you're finished with that, og svo þegar hann er búinn að því and then He says to you, og svo segir hann við þig this thing þessi I hlutur, will use for my glory. þennan hlut ætla ég að nota mér til dýrðar. I said I will use for my glory. Ég ætla að nota þennan hlut mér til Praise the dýrðar. Lord, hallelujah. Lof sé Guði. Nothing belongs to the Ekkert devil. tilheyrir, Nothing belongs to him. ekkert tilheyrir He djöflinu. will have nothing Hann will mun ekki eiga neitt to come with til þess að koma and say, oh, I have this thing here in your og life. segja, ég er með þetta sem hann gerði, þessi mistök eða hvað það er. Before God, he has nothing. En frammi fyrir Guði þá hefur hann ekkert. And if God doesn't hold anything against Og you, ef að Guð heldur ekki neinu gömlu gegn þér,
You shouldn't hold anything against ættir þú anyone. ekki að halda því gegn þér heldur. You shouldn't be a person Þú ættir ekki að vera manneskja that is holding people sem að heldur í fólk in their misery, í volæði in sínu. things that used to happen. In things that used to happen. Já, og segja, it used to happen. yeah. Eitthvað sem gerðist einu sinni. Manstu hvað gerðist einu sinni? Many people, they can afford themselves. Margir geta, They can afford themselves já, þeir hafa efni á to forgive you, að fyrirgefa þér. but they refuse to restore you. En þeir neita að endurreisa þig. But God, En Guð He forgives fyrirgefur and He restores. og endurreisir. Hallelujah. Halleluja. Oh, I said hallelujah. Og ég sagði halleluja. Amen. So Amen. He will restore you Svo hann mun endurreisa up þig. to that point, Upp að því marki so that you will be so happy til þess að þú getur verið orðið for the hamingjusamur scars that you have in your life. með þessi ör sem að þú berð Because á out from sálinni. them, out from them Já, og upp frá því flows the healing anointing from Jesus. flæðir lækningarkraftur Guðs. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. I said hallelujah. Ég sagði halleluja. Praise the Lord. Lofsíður Jesus. Can the worship team come? I have so much more I could preach and say, Það svo margt annars ég geti predikað og sagt í dag, but I say like Jesus, en ég segi að Jesus, you couldn't bear it. þú gætir hafa grafið. So we'll just stop here. Þú gætir ekki borið. That was a joke. Tonight, Í kvöld we're going to bring our scars to the Lord. ætlum við að koma með ör okkar til Jésu. We're going to bring our hurts, Við ætlum að koma með sásaukan. those things Þessa hluti that really devastated you. sem að hafa gert okkur hrygg og dregið okkur niður. I have discovered Ég hef uppgötað that where my scars and wounds are, að þar sem að sár mín eru og ör mín, I will also find my calling. þar hef ég líka fundið köllun mína. See, if you ever wanted to know what you are called to, Ef þú vilt ykkur tíma átta og verðast veltaði fyrir því til hvers þú ert kallaður, look at your scars. horfðu á ör þín. Jesus was called to heal and restore. Jesús var kallaður til að lækna og That's endurreisa. why you have them scars. Þess vegna er ég með þessi ör. He takes pride in his scars. Hann er stoltur af örunum. The first thing he showed Fyrsta sem hann sýndi his disciples lærisveinum sínum was his scars. voru örin. Look at this. Sjáu þið þetta. It is really me. Þetta er ég. Hallelujah. Halleluja. He didn't show his supernatural power. Hann sýndi ekki yfirnáttúrulegan kraft sinn. He showed his wounds. Hann sýndi sárin sín. A wounded world. A wounded world sárið needs to see wounds. þýðir að sjá sár. I'm so happy Ég er svo hamingjusamur that I can look into Jesus að ég get hort á Jesú and I see that he has wounds. og ég sé að hann er með sár. In the world outside,